Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir tekur til máls. Forseti, þessar umræður minna mig svolítið mikið olíu á Drekasvæðinu og ég vara við því að vera að gera það enn og aftur sem að kallast glópagulls umræða. Og ástæðan fyrir ég segi það að til dæmis bara í þessari ágætu skýrslu sem ég ekki búin að lesa stafan á milli en mun gera og til mér finnst þetta merkilegt og það margt sem stangast á í henni raun og veru. En mig langar með leyfi forseta að lesa hér upp af blaðsíðu 88 félagshagfræðileg áhrif. Mikilvægt er að huga mögulegum félagshagfræðilegum áhrifum af lagningu sæstrengs, svo sem því hversu miklar tekjur sala raforku skapar, hvernig þær tekjur dreifast og hvernig þær skila sér til samfélagsins. Augljóst má telja að raforkuverð til heimila og smærri fyrirtækja mun hækka með tilkomu sæstrengs og þar með, og takið eftir þessu, augljóst má telja að raforkuverð til heimila og smærri fyrirtækja mun hækka með tilkomu sæstrengs og þar með tengingar við raforkumarkað Evrópu. Ætla má að framkvæmdin muni auka tekjur Landsvirkjunar verulega og þar með væntanlega arðgreiðslur fyrirtækisins til ríkissjóðs, þó að það sé í sjálfu sér ekki sjálfgefið. Þannig skapast tekjur sem nýta má til uppbyggingar velferðarkerfisins og til að jafna þau neikvæðu áhrif sem fylgja hækkun raforkuverði með sérstakri áherslu á þá sem breytingin hefði mest áhrif á, svo sem lítil fyrirtæki sem nota tiltölulega mikla raforku, íbúa á köldum svæðum þar sem raforku er notuð til hitunar og svo framvegis. Það er hins vegar engan veginn sjálfgefið að þessar væntanlegu auknu tekjur ríkissjóðs skili sér til þeirra sem hækkun raforkuverðs leggst þyngst á. Því er hugsanlegt að tilkoma sæstrengsins leiði til hærri útgjalda meginþorra almennings án þess að það skili sér í betri opinberri þjónustu. Jafnvel þótt arðurinn skili sér til ríkissjóðs kann hann að verða eftir hjá tiltölulega fáum einkaaðilum. Þessu fylgja neikvæð samfélagsleg áhrif sem birtast í ójafnari tekjuskiptingu en áður. Fræðilega séð er hægt að koma í veg fyrir þessi áhrif en útilokað, takið eftir, er að tryggja slíkt fyrirfram. Niðurstaðan ræðst af pólitískum ákvörðunum sem oft eru teknar undir verulegum þrýsting frá fáum en stórum hagsmunaaðilum. Mér finnst mjög mikilvægt að allir sem hér eru inni lesi þennan litla bút hérna vel og vandlega. Út af því að við vitum það að skattaumhverfi okkar er svo flókið að ef við ætlum að fara að leiðrétta hækkandi orkuverð til almennings með einhverju skítamixi að það er mjög litlir möguleikar á að það skili sér til fólks. Nú þetta er risastór framkvæmd og ég held að ef að við höfum það í huga að við viljum að einhverju leyti og það er mjög skiljanlegt að við viljum fá hærra verð fyrir raforkuna okkar. Ég hef alltaf verið talsmaður þess. En væri ekki nær að við myndum nýta betur og fá meira fyrir orkuna sem við höfum nú þegar. Það er fjöldinn allur af fyrirtækjum sem vilja hýsa gögnin sín á Íslandi út af því að þeir vilja borga meira fyrir grænu orkuna út af því að lítur svo vel út fyrir það. Viljum við ekki frekar leggja áherslu á að það er mjög slæmt að það eru alls konar fyrirtæki og álfyrirtækin sem eru eingöngu að gera okkur að hrá framleiðslu landi, en af hverju leggjum við þá ekki meira áherslu á að allt það sem er framleitt í hrávaran sem framleitt hér, af hverju leggjum við ekki meira áherslu á að skapa umhverfi þannig að það sé unnið úr þessum hrávörum hérlendis, sem að það er fiskur, ál eða eitthvað annað. Síðan er það nú þannig að við erum í svona gjaldeyrishaftavesenni og við eigum lítið af gjaldeyri. Af hverju notum við ekki tækifærið og lækkum orkuna þegar þessi umframorka, lækkum orkuna til
grænmetisframleiðenda sem að því miður hafa mjög margir farið halloka í hruninu. Mér finnst mjög mikilvægt að við önum ekki hratt inn í þetta og mér finnst þessi skýrsla vera gott innlegg og ég vona að við vinnum hana vel og nýtum okkur þær upplýsingar sem eru að finna í henni.